Nennirðu að hjálpa mér aðeins með 30A? Já. Árið 2012 var komið að fá dreifnámsdeild við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra sem staðsettir á Hvammstanga. Tilkoma deildarinnar gerir það að verkum að nemendur á Hvammstanga geta stundað bóknám á framhaldsskólastigi til 18 ára aldurs í heimabyggð. Er þetta gert með hjálp nútíma upplýsingatækni en notaður sérstakur fjarnámsbúnaður sem gerir nemendunum kleift að fylgjast með og taka þátt í kennslunni sem framfer á Sauðárkróki. Dreifnámsdeildin hefur farið stækkandi með árunum og nú í haust hóf metfjöldi nemenda þar nám. Rakel Runólfsdóttir er umsjónarmaður dreifnámsdeildarinnar. Þetta er 5. starfsárið okkar núna. Deildin er alltaf að eflast og núna erum við með stærsta hópinn hingað til 19 nemendur og nánast allir í fullu námi. Við þurfum auðvitað alltaf að mæta aðeins breytilegum árgöngum í grunnskóla. Það eru dálitlar sveiflur en við höfum alveg getað mætt því og við höfum verið með svona 12-14 svona yfirleitt sko. En þetta er alveg frábært núna, þetta er bara metár hjá okkur og þannig að við finnum alveg mjög vel fyrir því að deildin er alltaf að styrkjast. Þetta eru krakkar sem eru að klára 10. bekk að hluta til, þetta eru krakkar sem eru að koma aftur heim eftir fyrsta árið einhvers staðar annar staðar og þetta eru krakkarnir sem eru að halda áfram frá fyrsta ári dreifnum og yfir á annað ár. Hvernig er skipulagið í skólanum? Þeir eru með 3 kennslustofur hérna og svo eru þið með þennan búnað sem þið taka kennsluna frá króknum. Já. Hvernig er venjulegur dagur hjá okkur? Ég mæti hérna svona korter í 8 og ræsi búnaðinn. Við hringjum okkur inn í sömu stofu, við höfum bara slóð sem við hringjum inn á, þar sem stofurnar eru bara valdar, það er bara merkt stofa 340-307. Við tengjum okkur inn í stofurnar og kennarinn hittir okkur þar. Hann velur sömu stofu og þá erum við komin á svona meeting. Eftir það gengur þetta bara algjörlega sjálfkrafa fyrir sig. Krakkarnir eru mjög vön búnaðinum, þau kunna á hann. Þetta er í raun og veru bara eins og einfalt Skype samtal. Nema að það eru líka dreifnámsstöðvar á Hólmavík og á Blönduósi og þær eru stundum tengdar líka. Þær eru stundum eru 2-3 inn í sömu stofunni. Þannig að svo gengur bara dagurinn svona. Krakkarnir þau fara í frímínútur bara eins og annars staðar. Þau fara svo og skipta stofur, hringja sig inn í aðra stofu. Og svona bara gengur dagurinn bara eins og í staðinn fyrir að labba inn í kennslustofu og hitta kennara þá bara velja þau sína stofu á netinu. Þannig að það er kannski helst þessi fjárbúnaður sem að skilur að milli þessara deildar og annarra framhaldsskóla. Öðru leyti er skólastarfið nokkuð hefðbundið eða ekki? Jú, það er í raun og veru það eina sem að skilur á milli. En það er eitthvað sem að þau læra bara strax inn á og venjast þannig að þetta er ekki eitthvað sem að kannski er einhver sem finnst þetta óþægilegt fyrsta daginn, en það er yfirleitt ekki meira en það. Og hvernig hefur þessi undirbúningur verið að reynast fyrir nemendur sem hafa síðan farið og klárað framhaldsskólan annar staðar og farið síðan jafnvel í háskólanum? Mjög vel, við erum búin að útskrifa nemendur. Það var fyrsti hópurinn okkar sem byrjaði hérna haustið 2012 var að útskrifast núna í haust og ég sé ekki annað en að þeim krökkum gangi bara afskaplega vel. Og það er alltaf að aukast framboði hér, krakkar geta verið lengur og lengur heima, þetta hefur verið að þróast í þá átt. Já, við höfum verið að reyna að bjóða upp á aðeins fleiri áfanga heldur en lagt var upp með í upphafi. Vegna þess að núna eru grunnskólarnir í auknum mæli að bjóða upp á fög á framhaldsskólastigi. Þannig að til þess að mæta því þá reynum við að taka svona aðeins ekstra áfanga inn fyrir þá krakkar sem kannski eru komin aðeins á undan. En svo hefur námskrá skólana líka framhaldsskólana verið að breytast þannig að nú er þetta þrepaskipt þannig að við þurfum í raun og veru að hafa meir en 2 búnaði. Við höfum þurft að nota 3. búnaði til þess að mæta þeim breytingu líka. Og hversu miklu máli skiptir það fyrir samfélagið hérna á Hvammstanga að halda þessum nemendum lengur í samfélaginu? Það skiptir alveg gríðarlega máli. Það skiptir máli fyrir alla, bara fyrir heimilin, fyrir krakkana sjálfa, fyrir foreldrana og bara fyrir samfélagið allt, fyrir bara menningun og mannlífið ekki síður. En auðvitað er þetta í grunninn spurningin það að krakkarnir fái að vera heima þangað til þeir eru sjálfráða og foreldrarnir fái að hafa það heima þangað til þeir eru 18 ára. Þetta er auðvitað bara
þeirra réttur þannig laga, þú veist, að auka aðgengi að þeirra menntun, að þeirra vegur sér greiður. En svo auðvitað taka krakkarnir ákvörðun eftir það hvort að þau fari, en þau geta í raun og veru tekið ótrúlega mikinn hluta námsins hérna. Þegar nú búið að stytta framhaldsskólanir í 3 ár og þau geta verið hér í 2 ár. En auðvitað nauðsynlegt alltaf að þau taki kannski eitthvað fjarnám, alveg fjarnám, þar sem þau eru ekki í dreifnámi gegnum búna, heldur taki fjarnám með og það stendur þeim til boða. Allir sem eru búin að fullnýta stundatöfluna sína geta tekið einn áfanga í fjarnámi sér að kostnaðarlausu. En svo geta krakkar auðvitað líka valið að taka jafnvel 2-3 ef þau hafa burði til og flýtt þannig fyrir sér. Nú er búið að stytta framhaldsskólanir í 3 ár, það er alltaf verið að gera breytingar á námskrám og öðru slíku. Hvernig horfið það við ykkur? Hvernig hefur ykkur tekist að aðlaga ykkur á því? Það hefur gengið ágætlega. Það er svona, þetta er kannski ekki þannig mikil breyting, en jú, það er stundum verið að kenna 3 áfanga í staðinn fyrir 2 áður og þetta kemur það fyrir að það er kannski 1 eða 2 sem eru saman í tíma og það er svona kannski heldur verra fyrir okkur. En jú, þetta gengur alltaf. Þið horfum bara björtum augum til framtíðar? Já, við gerum það. Við erum auðvitað bara líka háð svolítið velvilja stjórnvalda hvers tíma til þess að fá að starfa áfram. Þannig að það er ekki úr vegi að minnast á það svona rétt fyrir kosningar. Er Ragnar búinn að lesa það ekki? Já. Jónína, er þú búinn að lesa? Nei. Nú erum búin að vera hérna í nokkra vikur, hvernig hefur þið líkað? Mér finnst þetta bara mjög fínt sko, að geta líka verið áfram heima og alltaf. Það er svolítið öðruvísi en þið eru vön, þetta er náttúrulega bara svolítið öðruvísi kennsla en var til dæmis í grunnskólanum hjá okkur, ekki? Jú, þetta er allt öðruvísi. Hvað er svona helsta breytingin? Í staðinn fyrir að vera með kennara sem er lifandi skilur framlega, þá erum bara með kennara á Skype sko. Þannig að þetta er breyting. En finnst ykkur alveg ná að fá nægilega miklar upplýsingar og geta spurt og svoleiðis þrátt fyrir það? Já, algjörlega, og kennararnir á Króknum eru mjög duglegir að spyrja okkur hvað okkur finnst og hvort við þurfum hjálp sko. Þannig að ég finn ekkert þannig laga mikinn mun á því heldur en að vera með kennarinn í stofunni. Hvernig er með félagslíf og annað slíkt? Er nóg félagslíf í kringum ykkur? Já, mér finnst það og svo förum við náttúrulega alltaf einu sinni í mánuði á Krókinn og þá er alltaf eitthvað að vera þar og það er mjög gaman. En svo líka náttúrulega við erum alveg frekar mörg hérna, þannig það er bara mjög fínt. Hvers vegna ákvaðst þú að koma hingað frekar en að fara í einhvern annan skóla? Bara til þess að geta verið lengur heima og vera með vinum og svona, bara fjölskyldunni. En þú? Já, eða bara sama, mér finnst bara fínt að vera í sveitinni sko. Eru þið báðar frá Hvammstanga? Já. Já, ég er úr sveit hérna, en er búin að vera hér síðan ég man eftir mér. Og hvernig hefur ykkur líkað? Bara mjög vel, bara æðislegt. Svo far finnst þetta mjög gott sko. Hvað er það besta við þetta? Fyrir mér finnst mér mjög þægilegt að geta bara eins og ef það er kannski læti inn í bekk eða svoleiðis að þá getur maður bara lækkað eins og að því að þetta er náttúrulega inn á Skype þannig að mér finnst það mjög fínt. Það er svona, já. Getur þetta stjórna svolítið miklu með þessu? Getur lækkað í kennaranum og hann er að segja eitthvað leiðilegt og svoleiðis og eins eru því frekar litlum hópum. Það hlýtur að vera frekar svona heimilislegt og þægileg stemming. Já, það er það. Þetta er mjög þægilegt.